Komið sæl. Verið velkomin með okkur hér í Hvíta máva. Gestur okkar nú kannski ekkert endilega hvítur máfur í þeirri merkingu orðsins heldur svona frekar út í það að vera eins og lundi, hvítur og svartur, enda Grímseyingur að upplagi, búinn að vera hreppstjóri þeirra manna, langa lengi, sá vatnsveituna, sundlaugina, vitann og ég tíu hvað og hvað, Bjarni Magnússon, 85 ára, unglingur. Hann kominn hérna inn í braggann til mín í Flugsafninu á Akureyri og við ætlum að spjalla saman. Komið með. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Það skrítið að spyrja, sumarið búið? Já, maður veit náttúrulega ekki alveg haustið, en sumarið hefur ekkert verið. Það hefur ekkert komið? Það voru 4-5 dagar í Grímsey í sumar. Já, það. Ertu fæddur í Grímsey? Já. Ertu ekta Grímseyingur? Já, en foreldrar mínir voru báðir aðfluttir. Já. Mamma 1914 frá Fjörðum. Já. Og hennar rætt bæði í Þorgeirsfirði og Hvaleyrarfirði og pabbi frá Dalvík. Þannig að þetta, þú ert ekta norðlendingur. Já, það er svo gaman þegar þú kynnir þig og segir Bjarni Magnússon og Grímsey. Er stoltur af því að vera Grímsey? Já. Mér hvergi liðið betur og ekki konuna heldur því að við fórum bæði í burtu og fórum lengi í burtu að læra. Kona þín? Vilborg Sigurðardóttir, hérna ljósmóðir í Grímsey. Hún var ljósmóðir í Grímsey? Já, þegar hún var ljósmóðir 1950 og fekk hún veðurathugunum og símann með. Já. Og þegar hún hættir árið 2000, þá þetta allt lagt niður. En hvar kynntust þið? Við vorum á Sani Vallskóla. Já. Hún Grímseying líka. Hún ekta Grímseyingur? Já. En það er svo skemmtilegt með svona staði eins og Grímsey, Bjarni, að sko menn gera svo margt. Já. Þú ert með mörg embætti í Grímsey. Þú ert hreppstjóri í áratugi og þú ert í sérðum sundlaugina og rafstöðina og eitthvað meira. Segðu mér að því. Slökkviliðsstjóri. Slökkviliðsstjóri? Skipaskoðunarmaður. Skipaskoðunarmaður. Ég veit ekki hvað vitavörður. Vitavörður? Já. Það bæði ljós og radíóvitill líka. Já. Og þú hefur sástu þetta þá líka svona áratugum saman? Já. Ég var 40 ár með rafstöðina. Já. Fyrst í 4 ár fyrir hreppinn og svo tók Rarik við. Já. Og þegar ég var 70 þá var ég rekinn. Varstu rekinn þá? Já, var ég rekinn. Rarik. Og þá... Hvernig fóru þeir að því? Fóru þeir mjúklega að því? Segir það kannski ekki alveg. Nei. Ég hef alveg verið til með að vera svona nokkur ári viðbót. Já. 3-4-5 ár. Já. Finnst þér, þrátt fyrir það á sérstofnin 85 ára, finnst þér þú í rauninni geta haldið áfram ýmsu sem þú hefur verið að gera? Já. Ég finn það alveg. Já. Og ég fylgist nú vel með eins og sambandi við vél og allt slíkt því að 2 svona synir mínir eru hérna í verkmenntaskólanum og læra þetta. Já. Þetta virðist vera eitthvað í ættinni. Já. Þú lærðir hvað? Ég var bæði í vélum og rafvirki. Erstu rafvirki og vélstjóri? Já. Hvað lærður það? Ég hérna á Akureyri. Nú komstu hingað til Akureyri, já. Já. En fórstu ekki til Reykjavíkur í frekara námi? Nei, ég fór á námskeið bara. Já. Nei, ég var búinn að læra nóg með þetta var alveg draumastarfi 1960 þegar ég fekk þetta. Já. Þá var ég á síld, eina sumari sem ég fór á síld. Já. Og því ég var búinn að vera á vertíð í veturinn og fór svo síld sumarið með sama skipstjóra, öðrum bát. Mér var boðið þetta þegar ég kom heim 1960 í ágúst. Já. Og það var þetta árið, það var 40 ár. 1960, það er dálítið langt síðan það var. Það hefur orðið mikil breyting. Já.
Hvaða helsta breyting hefur orðið í Grímsey frá því að þú manst fyrst og þar til dagsins í dag? Ég segi alltaf það sama, að það var þegar flugið kom. Já. Samgöngurnar voru svo ofboðslega lélegar. Já. Það voru yfirleitt hálfum mánuði þegar við komum milli skipsferða. Ef að þurfti að breyta þessu þá lengdist það alltaf. Það var aldrei stytt. Já. Það lengdist alltaf. Já. Svo náttúrulega þegar það var eins og allstar og það er allstar að tala það. Þegar flugið kom, betri samgöngur, þá breytist allt. Flugið, þið hafið verið mjög háðir fluginu. Geysilega. Og það var náttúrulega snildin þegar Tryggvi kom 1960 með 2 hreyfla flugvél. Já. Bjarni, Fóru að fljúga. hún hérna fram í salnum í flugsalnum. Ég oft búinn að skoða hana. Já. Já. Þú ert búinn að fara marga túra í þeirri vél. Já, marga túra og líka þeirri gömlu. Já. Já, bronsuðu. Já. Hún hérna líka? Já, ég og mamma mín fóru einu sinni út í henni. Hún var svo kjaftfull af vörum að það var bara opnuð hurðin fyrir okkur og við settist í öttustu sætin. Já, já. Svoleiðis flegum til Grímseyjar. Þetta er svolítið öðruvísi í dag. Já, það er svolítið öðruvísi. En þetta munar miklu til, það flugið sem heldur. Það flugið. Já. Þetta svo, eins og ég segi, ég hélt þetta væri ekki rétt, en ég rakst vel á það þegar flugið fór að koma. Já. Hvað þetta breytir gífurlega. En konundar segja alltaf 1974 þegar vatnið kom. Þegar vatnið kom? Já. Já. Og svo þetta alltaf sótt í brunna. Já. En þegar vatnið kom 1974. Og ég hef nú verið með það var sveituna síðan. Já. Þegar vatnið kom, þá breytti það öllu fyrir þess. Var þá grafið eða borað eftir vatni? Borað. Hvernig? Þá borað 69. 69? Já. Og fenguði gott vatn? Það hittist ekki, já gott vatn, já. Það hittist ekki nógu vel á alla staði, en fyrst á holan sem var nú nýtt, ég kláraði úr henni eftir 2 ár. Það hefði verið bara einhver brunnur. Já. Og þá fórum við að nota skalið sér hólu sem var ofið miðjan flugvöll, sem ég hef núna sem vara, en hún gaf ekki nógu mikið. Og það var líka fyrir það að hún var ekki nógu víð neðst niðri. Svo ég kom ekki dælinn alla leið. Já. En ég hringi svo í Þorleif Einarsson, jarðfræðing. Og þá segir Þorleif, já, ég skal koma, það er öruggt að það þarna, liggur æð þarna undir flugvellinum og þarna niður eftir þar sem tjörnin hlýtur að vera. Hann borar þar vinur. Alveg bullandi vatn. Já. Hún bara 11 metra niður í dælan. Nei. Já. 11 metra. Já. Og þetta noti ég eingöngu. Já. Það ef eitthvað kemur fyrir sérsta, þá set ég inn í gang, bara til að til vara. Þótti skemmtilegt til að sagt eins og þú segir konurnar sögðu þú segir þegar flugið kom, konurnar sögðu þegar vatnið kom. Já, það segja það allar konurnar. Hvernig var þetta áður? Það var bara borið vatn í brunna, en það var nú seinust árin áður en ég byggði. Ég lagði í lind sem þarna fyrir ofan flugvöllin og ofan flugvöllin, ég lagði vatn í lind sem verðast. Það var skrítið, þetta var bara hægt að sökka upp í föt í þessu. Það hefði aldrei neitt gert fyrir þetta, en svo fékk ég mann með mér til þess að lagfæra þetta. Við grófum niður 2 metra. Þetta var möl og grjót þarna og þetta tekur svona 3 tonn. Við leitaði þetta heim. Og notaði þetta náttúrulega við steipuna á húsinu. Og svo smíðaði Sigmundur bróðir minn á Kjaldeyri, vatnstanga, og svo keyrði ég vatni til hús, því margir voru búin að steypa sér smá brunn heim í hús. Já. Tanga. Já. Og fengur sér svo bara dælur sem það dældi sjálfvirkt inn á. Já. Þetta voru þóna, hún var ekki búin að þessu. Já. En það sem þú ætti að segja núna, Bjarni, að samstaða og svona lítið samfélag þið í rauninu öll að lifa af sömu náttúrugæðunum og öðru slíku, þýðir það að þetta svona, eða var svona ein stór fjölskylda. Já. Menn hjálpuðust að. Já.
Og mér dettur í hug eins og verið að tala á Siglufirði núna, sko. Já. Það er náttúrulega nákvæmlega sami ef eitthvað kom fyrir. Það voru allir konir í hóp til að reyna aðstoða. Já. Þetta var akkurat svo leiðis, sko. Já. Og ég tala nú ekki eftir að við stofnuðum þennan félagsskap okkar sem að ég nú sem mest hrifinn af. Hvað samstæðan mikil og... Er það þetta? Já. Ertu að meina þetta Kívanisklúbbinn? Já, ég er að meina hérna. Já. Þetta er stórkastlega félagsskapur sem að ég get hugsað mér. Já. Þú ert mikill Kívanismaður. Já. Og ég hef lagt mitt eins mikið í þetta eins og ég hef getað, því að þetta leiðir svo gott af sér. Já. Og við erum að styrkja í stórum stíl á hverju ári, hitt og annað, og meira segja hvernig að styrkja mæðrastisnefnd nokkur sinnum núna. Já. Og svona til að segja hvað þetta er, þá erum við búin að styrkja hérna íþróttarfélag fatlaðra. Alla tíð. Já. Hérna, Bjarni, Kívanisklúbburinn Grímur, ég ætla nú að setja upp gleraugu, sko. Kívanisklúbburinn Grímur Grímsey heiðrar Bjarna Magnússon 30.07.2010 á 80 ára afmæli hans með þakklæti fyrir frábær störf í þágu klúbbsins. Gull Kívanistjarna nr. 56. Gull Kívanistjarna. Og þetta kemur með til mín. Já. Hann gerir þetta ekki heima upp á vegg hjá þér. Jú. Já, þetta er magnað. Svo er annað sem að þú ert með sem að vekur líka áhuga minn. Það er þetta hérna. Fiske EA33. Er það báturinn þinn? Já, það er báturinn minn. Þetta gáfu mér, skal ég segja, svona sinni mínir frá Bandaríkjunum. Já. Þeir komu frá Bandaríkjunum vor og gáfu af þetta. Já. Öllu að gefa honum á afmælinu en það var svo mikið bráðlætt að það var að koma aðeins fyrr. Já. Og ég hef ekki notað mikið hú en ég hef farið að nota hann þó svolítið. Ég sé þig með hana. Jú. Bíllíðinn. Já. Hann er mestur fiske. Jú. Já. Þú átt bát. Já. Heitir hann Fiske? Já, hann er fiske. Og er EA33? EA33. Þetta er þinn bátur. Já. Og er hann í Grímsey? Hann er alltaf í Grímsey. Já, en þú býr nú töluvert mikið hér á Akureyri þá núna. Já, það er kannski að því að nafni minn, sonurinn er farin að vera dálítið mikið hérna. Við höfum verið félagar alveg frá upphafi, geysilega miklir. Hann er fæddur 98. Já. Og er hérna í verkmenntaskólanum. Já. Það er eitt sem ég öfunda alla af að fara í þennan skóla. Þetta var það sem ég þráði. Ég ætlaði að fara 16 ára gamall að læra hérna á mótorhjólskeið. Já. Það var ekki að ræða þig fyrir mig 18 ára. Já, það var svo. Það var 16, mér langaði svo óbúrslega fyrir að byrja að læra þetta. Og þurftur þau... Þá var Sigmundur bróðum búinn að fara á þetta. Já. Og ég ætlaði að fara líka. Og þurftur að bíða eftir því? Já, 2 ár. Já. Þannig að þú sérð möguleikana sem unga fólkið á í dag. Stórkostlegt. Já. En hvað unga fólkið sem er í Grímsey? Hvað verður það? Fer það hingað eða fer það í skóla? Það eru 90% af kvenmennum innflutt í einu. En strákarnir kom alltaf aftur að þetta. Þeir fara í ævintýr og það er svo gaman að fiska á hraðbátum. Óbóðslega gaman að fiska á hraðbátum. Já. Þú sér það vera kannski 1,5 klukktíma út á Kolbeinsey. Já. Og það er í mokið. Já. Og þeir hefur gengið vel. Og þeir vilja vera þarna. Já, þegar ég var út til Kolbeinsey þegar ég var að síld 1960 og svo keypti Maggi hraðbát og var í nokkur ár með hann 2004. Þá hefði ég ekki komið 44 ár í Kolbeinsey. Já. Og það var mikið munur að sjá hana blessað. Hún var örugglega ekki langt eftir. Ef ís kæmi þá myndi hún fara illa með hana. Já. Við fengum þó bátinn þó nokkuð sinni fullan af fiski í Kolbeinsey. Já. Er þetta það eina sem að hægt er í rauninni ef einhver vill flytja til Grímseyjar? Það er það að vinna í fiski?
Já, það ekki svo mörg sörf í landi sko. Nei. Það þess að stokka upp línu. Já. Því þeir eru allir með svona beitningatrekta sem kallað Já. En það þarf að stokka upp línuna í landi. Já. Það alltaf mikið aðkoma fólk sem í því. Já, það gerir það. Já, alltaf mikið. Kemur fólk aftur og aftur? Nei, og Pólverjar voru hérna svolítið. Já. En þeir eru allir farnir. Nú? Já. Já, fólk kemur aftur og aftur og sumt fólk bara á svo vel við sig að það er ár eftir ár. Segðu mér nú alveg í hreinskilni, hvaða möguleikar eru í Grímsey? Hvaða möguleika á Grímsey? Ég heldur að ég geti svarað því. Ég veit það ekki. Ég vona hún góða möguleika. Já. Ég vona sannlega. En það svolítið óvissi í þessu núna. Já. Ég hitti töluvert af útlendingum, sérstaklega, sem eru á ferðalagi landið og þeir spyrja Grímsey. Já. Það nú eitt sem náttúrulega er auglýst allan heim, það lundin, hvað mikið lundið þarna og Já. Því það það sem ég aldrei að hafa lunda þegar útlendingur því að þetta þeir eru að drauma staður að mynda, það lunda svæði. Þannig að þú veiðir ekki, þú hávar ekki þegar útlendingar eru á staðnum. Og það til dæmis eitt staður sem orðið þannig að þú bara sest niður og þannig svona svolítil hæð, bara 30-40 metrar frá þér. Já. Og þetta eins og málverk. Lundin bara þar alveg svona, bara eins og málverk. Já. En þetta stór hópur af fólki þar alltaf mynda. Já, taka myndir. Þegar fólk að koma. Já. En lundan hávar þú og þú borðar lunda. Hvernig finnst þér bestur? Reyktur. Og það svo gaman að barnabörnin pínu lítinn, það lundin frá afa, það reykti lundin. Já. Og hann svona ofan á brauð og þess áttar? Nei, nú bara eingöngu með góðri kartöflumús. Grænum baunum kannski aðeins. Ertu orðin 85 ára að þessum mat? Já, kannski ég borðað sem gegn, það segir svo margir að menn ekki borðað svo mikið gegn eins og ég borðað. Já. En það hefur gengið ágætlega. Það hefur gengið ágætlega? Já. Og þú ert alltaf jafn ánægð með þetta því þykir þetta alltaf jafn gott. Já, alltaf jafn gott. Hvernig finnst þér þegar að koma einhverjir sem aldrei hafa komið, aldrei hafa smakkað þetta og þú gefur þeim að smakka? Já, það náttúrulega alveg misjafnt. Sumir bara fara beint í þetta, aðrir ekki. Já. En það svo margt í sambandi við þetta, til dæmis eins og hvað gaman þegar menn hafa verið að koma og fá að síga hjá mér. Að þeir hafa aldrei komið nálægt þessu, en þeir eru eins og þrælvænir sigamenn. Já, það? Og af hverju það þá? Ég veit það ekki. Hafa þið séð þetta? Kannski Leifur, hann ekkert loftræddur. Þú veist, ég má mýflug. Já, fór hann. Hann veit góður. Alveg eins og þrælvanur. Já, það? Og þeir eru margir svona, Kjartan vinur minn, hann nú einn. Já, fleiri og fleiri. Þetta ótrúlegt. Já. Þetta finnst ég snill því að margir strákar í Grímsey þoraði þetta ekki, sko. Já. Fara þetta ekki. Nei. Nafni minn byrjar, hann 16 ára, hann fór fyrsta sígi núna í vor. Já. Það svona aðeins að byrja. Og hvernig fannst honum? Gaman bara. Já. Þessi litla eyja þarna norður frá, það búið að skrifa mikið hana. Já. Hérna bók eftir Tryggva Emilsson, hann skrifar ykkur, sjómenn og sauðabændur. Já. Ef ég læs hana, hvað fengi út úr henni? Það nú margt, hann náttúrulega skrifa miklu meira en Grímseyingan, en þetta mikið frá gömlum tíma. Já. Mjög gömlum og þetta mjög fróðlegt mjög að lesa til dæmis Skaftáreldana, hörmungarnir sem voru þá, hann segir mikið af því. Já. En mér langaði til að segja þér aðeins frá einu. Já. Og ég búinn að las það 1960, þá sem að byggði húsið mitt, Villi Hans var hann alltaf kallaður. Já. Þegar hann kemur til að byggja húsið mitt 1961, minnum mig, 2 það, þá segir hann hefur lesið bókina Ömmu sem gefur út það Árna Bjarna hérna á Akureyri. Ég segi nei, ég hef ekki lesið hana. Það sagt frá
manni Grímsi sem fórst 1730. Já. Og þegar það svoleiðis að þeir róa fór Grenivík, Syðri Grenivík, sem ég nú fæddur á skólanum. Já, í Grímsey. Já, 10 ára. Já. Á 6 æring, 6 menn. Þeir eru rétt konar á sjó, þá gerir blindaþoku og síðan austanrok. Og þeir komast ekki landi í eyjunni. Svo þá rekur þarna allan daginn og nóttina vestur á Skaga. Og þeir lenda í vör sem heitir Húsnes á Skaga. Og þar sker fyrir þeim sem að bátnum hvolfir yfir og þeir drukkna 5 en skipstjórinn Jón Jónsson lifir af og kemst upp í fjöru og þar undir Marbakka sem kallaðir. Það sennilega bara moldabakki eitthvað upp í fjörunni. Og hann þar í 3 dægur sem sagt, þetta skeður og þetta var á mánudegi sem rökt á staði og þetta skeður á þriðjudagsmorgun sem kom hann af. Og hann þriðjudaginn og nóttina að fara nótt miðvikudags og miðvikudaginn. Og þá bændur látnir vita þessu fram á yngsta lán fram í sveitum eða heiðum að þarna sé maður sem þurfi aðstoðar en þeir kláruðu heiskapinn. Þetta var ekki þetta hei allt sumari fyrir ótíð. Þetta ár, 1730. Og þegar þeir koma að honum, þá ekki einu sem hest, hann lifandi. Hann ekki með hest til að flytja hann á. En hann getur sagt um nafnið sitt, hvernig þetta hvað við skeð. Og þeir ætla að fara með hann á næsta bæ sem heitir Neðranes. En konan neitar að koma út hann. Veit ekki að hún sé fátök. Þá farið með langa leiðir og þeir á að taka hann að baki á þeim stað. Þá hann döður, dáinn. Já. Og hún kölluð guðlausa þvöra þessi kona og maður hennar voru dæmdir í sektir. Þau gátu ekki borgaða og þá voru þið hít. Fyrir það að ég tóku ekki á móti. Já, þessu. Og ég 8. ættinn frá þessu manni. Svona hún sögur. Já, og ég hitt, svo varð ég að sjá þetta allt saman. Svo ég fór vestur á Skaga í fyrra. Fór hann í fjörun og það fer ekki milli mála hvar þeir hafa lent, það sést alveg nákvæmlega. Já. Það uppsátur þarna, það möl, það var svo stórgrýti bara hinum megin við. Og ég ætlaði að sitja lengi að núna í fjöru en það var svo mikið flugum að ég gat það ekki. Já. Svo ég var að flýja. En þetta var mjög merkilegt sjálf. Já, en svo önnur bók sem að ég var að fletta pínlítið í hérna sem að þú komst með. Já. Sem alveg sko hafsjóra fróðleik. Já. Bókin hans Helga Dan. Já. Spilaði fótbolta með honum? Já, hann var heim í Grímsey 1 sumar. Já. Með hjá afa sínum mömmu. Já. Móðir hans var Grímseyingur. Og það vildi enginn vera í marki á okkur í skeggjum, en hann byrjaði að vera í marki. Og við vorum alveg óskaplega fegnir, en Helgi segir ágætt að söga því að við vorum með svona markstengur, en sláin yfir það var spotti með rauðum vasaklút í miðunni. Það var fyrsta markið sem að landsliðsmarkvörðurinn varði. Já, íslenski landsliðsmark. Já. Hann varð alltaf í mark eftir þetta. Já. Var náttúrulega afburðamarkmaður. Já, afburðamarkmaður. En hann líka var mikill Grímseyingur í sér. Já, það nú, ég hræddur það. Og næstir ég hitti Helga, þá var hann í marki fyrir íslenska liðið sig í Keflavík. Já. Þar hitti hann, ég var þá vertið. Já. Bjarni, það búið að vera afskaplega gaman að tala við þig. Og við getum setið hér land fram eftir til þess að spjalla. En við gerum það ekki núna. Það var gaman að fá þig til þess að spjalla og heyra í þér. En ég ætla að taka mynd að þér á henni förum. Já, þú ert að hugsa um það. Ég að hugsa um það, sko. Þannig, þá nær bara, svona, já. Já, sérðu?